ert að hlusta á Suðurland FM og til mín komin góður gestur. Það Ásmundur Sverrir Pálsson, framkvæmdastjóri hjá Fræðslunettinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það heilmikið starfsemi í gangi hjá ykkur og kannski skýrir aðeins út fyrir kannski þeim sem að þekkja ekki, því að nú Fræðslusetrið og svo Fjölheimar. Já, Fjölheimar svona eins konar þekkingasetur á Selfossi, þar sem að margar stofnanir og starfsmenn vinna. Já. Það yfir 20 starfsmenn, fastir starfsmenn sem vinna í Fjölheimum og það Fræðslunettið til húsa. Háskólafélag Suðurlands til húsa líka, Markaðsstofa Suðurlands þar. Já. Birta, starfsendurhæfing Suðurlands og fleiri og fleiri. Og ég mætti, eins og ég var að segja hérna við rétt áður við byrjum viðtalið að ég var að kanna þetta með síðasta vetur og þá sá ég að háskólanemar og aðri geta komið þarna og nýtt sér aðstöðu og fengið að vera. Já, ég geta bæði verið þarna semst í notið fjarkennslu frá háskólanum og svo hafa þeir aðgang að lesstofu þarna líka. Já. Ágætri aðstöðu. Sem bara mjög fínt að komast aðeins út af heimilinu og geta nýtt sér aðstöðu annars staðar. Já, ef menn vilja og þurfa frið, fyrir utan það sko. Þá það einmitt upplagt að koma þarna að lesa. Nákvæmlega. En Fjölheimar, það fjölmörg námskeið framöndan í vetur og ég var aðeins að kíkja yfir bæklingin núna sem að kom inn á heimili núna í síðustu viku. Hvað geturðu svona sagt okkur það sem framöndan Jú, haustunin náttúrulega svona að fara af stað, sem námskeið byrjuð og önnur fara af stað svona þegar það líður á önnina og námskeiðin sem við með mjög mismunandi löng, mismunandi formleg en við höfum gjarnan skipt sko námskeiðunum upp í það sem við kallum atvinnutengda námskeið. Það námskeið fyrir vissa starfsstéttir sem þess eðlis að það tengist vinnu þeirra mjög beint. Og svo við með líka einingabæri námskeið, það að segja þá kennum við eftir námskrán sem vottaðar af menntamálaráðuneytinu og þeir sem ljúka námi samkvæmt þeim, þeir fá eða geta fengið metnar einingar á framhaldsskólastigi. Og svo við með þriðja flokkin í námskeiðin sem við köllum stundum tómstundanámskeið en munurinn á tómstundanámskeið og atvinnutengdu námskeið nú kannski mjög mikil. Þeir allt kemur til alls. Nákvæmlega. En það í rauninni, það námskeið hér á Selfossi og svo með aðrar starfstöðvar sem að taka við, sem að halda námskeið. Já. Við með starfstöðvar 5 starfstöðvar á Suðurlandi. Það Selfoss, Hvolsvöllur, Klaustur og Höfn í Hornafirði. Já. Þannig að Fræðslunettið það tekur til alls Suðurlands. Suðurlandi stórt og það langt að fara á milli staða. Það langt að fara á milli staða. Og þess vegna við nú að reyna að laga okkur svolítið að þessari staðarind að það langt að fara og höfum verið að stíga svona markvið skref í því að þróa fjarnám og fjarkennslu. Ég var nú svona aðeins að kíkja yfir námskeiðin sem að framöndan og ég sá að þetta í rauninni ensku námskeið, þú getur verið að fara ýmislegt í kringu bókhald og svo sá ég allt út í sko perlusaum og ýmislegt annað skemmtilegt sem og tálka eða svoleiðis. Þannig að þetta mjög vítt og breitt, snýr bæði að námi og svo áhugamálum og öðru sem hægt að virkja. Og ég manum að ég var að skoða hérna hjá okkur síðuna bara í gegnum Facebook í fyrra og þá sá ég að það var ýmislegt í kringum myndlist og voru margir að koma að læra bara hvernig ætti að mála. Þannig að þetta svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Já, við höfum alltaf reynt að halda í það að hafa fjölbreytt tómstundanámskeið og þau geta verið mjög fjölbreytt og við höfum svona verið kannski að síga svona meira yfir í það undanfarnar annir að fjölga verklögunámskeiðunum. Já. Og þau líka mismöndi stór og að því minnist nú á myndlist að þá við mitt með núna það sem heitir myndlistasmiðja á Höfn. Það 120 stundar námskeið, það svona eitt af þessum stóru námskeiðin sem við erum með. Já. Og það alveg rétt hjá þér að við höfum reynt að hafa þetta sem fjölbreytast þannig að fólk hefði svona
úr að velja stótið. En hefur fólk eitthvað komið til ykkar og óskað eftir hvort þið getið kanna hvort það sé að fá einhvern ákveðin aðilega eða halda námskeið eða í einhverju ákveðinu sem að það langar að prófa að þykir sjá fram í? Já, við fáum nú, því betur fáum við nú alltaf svona spurningar og beiðnir það, hvort það verður ekki rétt að halda tiltekinn námskeið og við höfum reynt að verða við því og það nú svona bara hluti af starfsemi nægilega og mætti svo sem vera meira því að fólk senda okkur svona uppástungur að spennandi námskeiðum og þannig að það allt opið og við reynum að verða við því. En þið hafa líka eitthvað verið í samstarfi við fyrirtæki, þannig að fyrirtæki hafa kannski verið að senda starfsfólki sitt á námskeið hjá ykkur og... Jú, það hefur nú alltaf verið talsvert það að svona starfsstéttir innan fyrirtæki eða starfsmenn fyrirtæki hafa sótt námskeið hjá okkur og þá það í samvinnu fræðslunarsins og fyrirtækisins og oft gengur þetta þannig fyrir sig að fyrirtækið fær þá styrk til þess að senda fólkið á námskeið og við höfum haft svona vissa milligöngu það þá og aðstoða fyrirtæki við eða leiðbeinti þeim við að sækja þetta styrk því að mér virðist nú að það sé nú ansimögur fyrirtæki sem ekki vita af þessu möguleika að það hægt að fá styrk og jafnvel allt upp í 100% það sé allan kostnaðin greiddan við það að starfsfólk fer á námskeið. Það er alveg forundilegt bara fyrir fyrirtæki eða starfsmenn fyrirtæki að heyra af þessu núna það kannski? Já, ég vona bara sem flestir hlusti. Já. og svo enda nýtt hjá okkur núna að 4 starfsmenn okkar voru síðastlega vetur í námi sem verið kallað markviss. Já. Það er svona aðferð sem á sín og uppruna í Danmörku og er ráðgjöf og þá höfum við semst 4 markviss ráðgjafa sem að hafa þá þekkingu til þess að meta fræðsluþörf innan fyrirtækja og hjálpa þá fyrirtæki við það að setja upp símenntunar áætlun eins og sem fyrirtæki eru með og hafa áhuga að hafa eða hafa það minna í sniðum og reyna að sjá út svona hvað myndi vera hollt og gott fyrir fyrirtækið að senda starfsfólkið á. Þannig að þetta er svona nýjasta þjónustan okkar að geta boðið upp á að meta fræðsluþörf fyrirtækjum. Sem er bara mjög sniðugt og örgulega mjög þarft sérstaklega eins og innan kennarastéttarinnar það eru nú alltaf verið að fylgjast með öllu nýjungum og einmitt að senda fólk á námskeið og mjög mikil dugnaður þar, veit ég, innan þeirra stéttar. Jú, og það er nú víðar sem er mikil dugnaður og mjög margir sem að sitja til að mynda núna þetta augnablikki þá held ég sénd alltaf margir landsmanna á námskeiði sko. Þannig að en svona kerfisbundið það er kannski svolítið minna en það sé svona einhver áætlun sem farið eftir og við höfum kannski eftir Íslendingar að stíga svolítið meira inn í það umhverfi en þá eru fyrirtæki sem eru með áætlun. Þannig það eru í rauninni fjölmörg svona lokunámskeið fyrir fyrirtæki sem að þið sinnið sem að Já. Það er þá námskeið sem við erum ekkert að auglýsa sérstaklega í okkar námsvísi heldur eru þá bara á milli fræðslunarins og fyrirtækisins og starfsmanna þess. Það eru margir sem að starfa hjá okkur. Ég var einmitt að kíkja inn á heimasíðuna hjá okkur og ég mitt sá þessa ráðgjöf og ýmislegt annað sem er í boði hjá okkur. Sko hjá fræðslunarinu eru 12 starfsmenn núna. Já. Reyndar ekki allir í 100% starfi. En það hefur vaxið þetta hratt undanfærið þessi netið og náttúrulega stækkað við það að fyrir 2 árum kom Sveitarfélagið Hornafjörður til liðs við þessi netið og þannig að það eru starfsmönnum hefur fjölgað frá því að ég byrjaði til mynda þá vorum við 2 og annar okkar ekki alveg í fundustarfi en svo eru líka gríðarlega margir sem að koma að kennslu hjá okkur, kennarar og leiðbeinendur og árið 2014 til að mynd, ég fyrir ekki 2015, nú er ég að rugla, ég fann að hugsa næsta ár, 2016 skipir ekki það, en árið 2014
þá voru 150 verktakar sem að komu að starfi fræðslumjóðsins, það er að segja við kennslu og önnur störf sem að við þurfum á að halda að geta keypt. Ég tók þetta eftir líka að það voru 733 námsmenn á boran hjá okkur á síðasta ári. Já. Það er alveg ótrúlega fjöldi. Já, það er kannski ótrúlega fjöldi og það er nú verið svona það byrjast þetta er vorinni sem er svona og svona undanfærin 2 ára þá hefur þetta verið svona 1400-1500 á skóla árinu sem hafa verið í námi hjá okkur. Í heilsinni, já. Já. Og það er sem margt, já. Ég hvet fólk að eindriði til þess að kíkja sér eða kynna sér baklingin eitthvað sem að kom núna í síðustu viku og ef að einhver er búin að tína nú þá er þetta að kíkja inn á neti hjá okkur. Það er bara fræðslunet.is. Já. Og þar er einmitt þetta að finna baklingin. Ásmundur, takk kærlega fyrir að kíkja til mín. Við ætlum að fá að vera svona smá í samstarfi við ykkur. Já. Og aðeins að fá að fylgjast með þeim námskeiðum sem að framöndan eru núna á næstunni. Já, ég held að aðeins geta þess kannski lokin bara að það er kannski við ekki allir að því að fyrir árið 2012 þá tók fræðslunetti að sér fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk, þannig að við erum með fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk á Suðurlandi. Já. Líka þannig að við erum með sunnlendinga alveg. Ræðslegt. Það er gott að vita því. Takk. Kæra þakkir.